Við erum stödd hér í versluninni Snældunni á Húsavík en hingað kemur fólk til þess að kaupa prjóna, garn og annað tengist handavinnu. Ekki satt, Guðrún Guðbjartsdóttir? Jú, hérna getur þú keypt aðalega garn en svo erum við náttúrulega með prjóna og allt sem tilheyrir prjónaskap og svona smá hluti sem tengja saumaskap. Við erum ekki með efni. En þessi búð, hún er ekki svo illa gömul? Nei, við opnuðum 11. janúar 2013 í öðru húsnæði, fluttum okkur svo hingað 8. ágúst í sumar. Þú og samstarfskona þín? Já, Sólveig Skúladóttir. Og þið höfðu enga reynslu af verslunarrekstri þegar þið fóru út í þetta ævintýri? Nei, aldrei unnið. Ég held hvoru okkar hafi nokkuð síðan unnið í verslun. En hvernig kom þetta þá til? Það var að hætta hérna Húsavík verslun sem seldi garn og hannyrðavörur og vorum að gera laugarbréf saman og þá lásum þessu auglýsingu hérna í bæjarblaðinu að það væri verið að selja hana og við eitthvað að það mætti hætta þessi minnkaða þjónustustig á Húsavík enn meira. Og önnur segir, ef við ekki bara gera þetta. Og og svo var það ekki neitt meira á meðan að vera að skera og steikja og svo daginn eftir þegar ég kom að sækja laugarbréfið þá segir, ef við ekki bara gera þetta. Og þar með var það ákveðið að kaupa hérna verslun. Já. Og opnuðu bara strax þarna eftir áramótin? Já, 11. janúar. Þetta miðjan desember. Það voru ekki lengi að kýla á þetta bara? Nei. Og það hefur bara gengið virkilega vel. Húsvíkingar eru duglegir að prjóna? Húsvíkingar eru duglegir að prjóna og nærsveitungar taka okkur mjög vel. Auðvitað þyrfti við stærra þjónustusvæði. Húsavík er ekkert stór bær, en þetta bara hobby. En hérna, þið hafið fengið mikið hól fyrir verðlagninguna hérna? Já, þakka fyrir það. Við reynum að vera á Reykjavík verði eins lengi og við mögulega bara getum. Skiptum við þá byrgja sem er okkur hagstæðari heldur en aðrir. En þið eru ekki bara að bjóða upp á garn og fylgihluti, þið hafa líka verið að standa fyrir handverksnámskeiðum og prjónakvöldum? Já, við erum alltaf með prjónakvöld einu sinni í mánuði, alltaf fyrsta þriðjudag í mánuði er prjónakvöld. Það koma bara hér konur, við erum með hérna góða aðstöðu hér á bakvið og hittast og prjóna og kenna hver annarri. Stundum fáum við leiðbeinenda, handavinnukennara eða eitthvað til þess að svona leiðbeina ef þú strandar í einhverju. Svo erum við með námskeið, erum við nýbúin að vera með Harðangur og Klaustursnámskeið sem var 10 tíma námskeið og orðið fullt í annað sem verður núna seinna í mánuðinum og við erum næsta laugardag verðum við með hérna orkaringar námskeið og orðið fullt í það líka. Þannig að þetta gamla handverki, það er vinsælt? Já, það virðist vera að koma inn svolítið. Mikil áhugi fyrir því. Hvers vegna heldur það sé? Þetta er náttúrulega fallegt handverk. Það er búið að vera mikið hekla milliverk og svona, en náttúrulega er harðangurinn, svona í þeim dúr þó hann sé öðruvísi. Ég veit það ekki. Það er mikil vakning fyrir handavinnu, almennt, finnst mér. En hvað er handavinnu fólk aðalega með á prjóninu núna? Hvað er helst í tísku? Sko, Frozen peysan, hún er voða vinsæl núna. Frozen peysan? Hvaða peysa er það? Það er ekki eitthvað Disney-persóna sem er í og það eru þessi bláu litir og hvítu og að fá glimmerið inn í. Jú, þessi Disney-mynd er nú búin að aldeilis vinsæl hjá yngstu kynslóðinni. Það er náttúrulega ýmis garn sem það vilja nota í það og við reynum að vera með þennan bláa lit og glimmer í nokkrum típum eins og hægt er og sumar setja bara líka silfurþráð með til þess að fá glimmerið í kannski eða vilja bara í stjörnuna eða svo vissi ég hvað fólk sem betur fyrir reyna að hanna sína peysu líka sjálf þó að notist við eitthvað munstur. En þess að það skiptir mestu máli að ef maður er að prjóna eitthvað Frozen tengt að það sé blátt og glimmer í því? Já. Blátt og hvítt og glimmer. Það er málið. Og hvað, verður þetta ekki í mörgum jólapökkum í ár? Frozen peysa? Frozen peysan verður í mörgum stelpupökkum í þetta ár held ég. Alveg óskagjöfin. Ætli það ekki?